Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Father, that you are present here with us. Að þú ert nálægur okkur hér og nú. And right now I pray in Jesus' name Og ég bið í nafni Jesú that you would speak through myself and Hilma. að þú talir í gegnum mig og Hilmar. Only what you want said Aðeins það sem þú vilt að sagt sé and how you want it said. og hvernig það er sagt. Give us the zeal and the passion required Gefðu okkur eljuna sem til þarf to share your heart today. að deila þínu hjarta hér í dag. In Jesus' name Í Jesú nafni, and for your glory. fyrir þína dýrð. Amen. 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 We sang it, I just want Jesus. Við vorum að syngja þetta, ég vil bara Jesú. Not once, but many times in that song. Ekki bara einu sinni en ofti í þessu lagi. The title of my sermon today, Að titill ræðu minnar í dag, You shall be holy, for I am holy. verið heiluð því ég er heilagur. And it comes from 1 Peter 1, 14 to 16. Og þetta úr 1. Péturs bréfi. Peter 1, 14 to 16. 1. Péturs bréfi 14 til 16. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Verið því eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnaðið þar mótast af þeim gyrndum þér áður litu stjórnast af í vanvisku yðar. Verið heldur sjálf, heilagir í allri hegðun, eins og sá heilagur sem yður hefur kallað. Ritað verið heilagir, því ég er heilagur. Amen. Amen. You shall be holy, for I am holy. Verið heilagur, því ég er heilagur. We are holy because he is holy. Við erum heiluga því að hann er heilagur. It's not something that will happen. Þetta ekki eitthvað sem mun gerast. It's our current state. Þetta núverandi ástand. We are holy, we are set apart. Við erum aðskilin, við erum sett til hliðar, frátekinn. Co-heirs with Christ. Við erum samerfingja Krists. We've been sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. Það búið að fylla okkur heilugum anda til endurlausna dagsins. Taken out the miry clay and set upon the rock. Við erum tekin úr drullupyttinum og sett á klettin sterka Krist. So we sing, I just want Jesus. Og við syngjum, ég vil bara Jesú. That aligns with our state of part being of who we are in Christ. En það má ekki gleymast hver við erum í Kristi. That's who we should desire. That's who we should want. Það það sem við eigum að vilja. And that's who our life should align with. Og það þannig sem að líf okkar á að vera í samfylgd og í línu við. Holy comes from the word Kodesh, the Hebrew word Kodesh, or the Greek equivalent Hagios. Orðið heilagur kemur frá hebreska orðinu Kodesh eða gríska orðinu Hagios. Meaning sacred, physically pure, morally blameless, and or religious ceremonially consecrated. A holy saint. Það þýðir að vera sem sagt helgaður, aðskilaður, siðferðilega óaðfinnanlegur, að vera sem sagt vera vígður til samfélags sem heilagur eftirfylgjandi Guðs. So it means we are set apart. Það þýðir að við erum aðskilin frá. We've been separated. Það búið að skilja okkur að. Purchased and taken from the world. Við erum dýru verði keypt og við erum tekin út úr heiminum. To live a life that's homely and blameless before God. Til þess að lifa heilegu og óaðfinnanlegu lífi frammi fyrir Guði. The question on my heart is, spurningi í mínu hjarta þessi. Does our physical lives okkar jarneska líf align with our spiritual position? Það í línu við hinn andlegu stöð okkar? Who we are in this world, hver við erum í þessum heimi, does it signify, glorify and exalt Christ? Það að gefa Kristi Jesú dýrðina? Am I his witness by my lifestyle? Vitnar líf mitt, lífstíll minn hann? Do I draw people unto him by the way I'm living? Ég að draga fólk til hans með lífstíl mínum? Or do I push them away? Eða ég að hrinda fólki frá mér?
You see, this is what is really burning on my heart the last few days. Sjáðu til, þetta hefur verið að brenna á hjarta mínu undanfarna daga. Does our lives reflect that we are holy? Líf okkar að lýsa af því að við séum helguð? Does the world see and recognize that we are set apart, that we are His, that we are Jesus Christ? Heimurinn að taka eftir að við séum aðskilin? Við að skína það fólk taka eftir að við tilheyrum Jesú Kristi? That is no longer I that live, but Christ that lives in me. Að það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. This is the big question. Þetta stóra spurningin. You see, nobody buys a lamp to hide it under a bushel or under a bed. Það enginn sem að kaupi sér lampa og setur bara fötu yfir hann. They buy a lamp to put it on a lampstand. Nei, við kaupum lampa til að setja hann á háan stað og láta hann skína. And we are called to be the light of the world. Og við erum kölluð til að vera ljós heimsins. We are called to let our light shine before others. Að ljós okkar á að skína frammi fyrir öðrum. We are supposed to shine in the darkness of this world. Við að skína á myrkuru stöðunum í þessum heimi. That the world may see there is hope in Christ. Að fólk mætti sjá að það von í Kristi. And who are they going to see it in if they don't see it in us? Ef þau sjá það ekki annars staðar, hvar þau sjá það annars staðar en í okkur? They may never see it. Þau mun aldrei sjá þessa von. We might be that one person's only chance of hope of seeing Christ. Við getum verið þessi eini snertiflutur fyrir þessa mannesku að sjá ykkur á von í þessum heimi. So as I was preparing for this, Þegar ég var að undirbúa mig, there's a few things that came on my heart. þá voru nokkrir hluti sem að komi í hjarta mitt. So as we go through them, there might be some clues as to where we are in our spiritual walk and our Og þegar við physical walk. förum í gegnum þetta, þá kannski koma svona smá getgátur hvar við erum stödd. Firstly, do we have a divided heart? Í fyrsta lagi erum við með tvískunningu í hjarta okkar. For where your treasure is, there your heart will be also. Þar sem hjarta þetta þar og fjársjóðin. So if your heart is still clinging to the things of the world, Ef hjarta ennþá að klístrast eða tengjast við heiminn, then your heart is divided. þá hjarta þitt klofið, eða það tvískunnugt. You see, God wants to replace our heart of stone with a heart of flesh. Þið sjá að Guð vill taka steinhjartað og gefa okkur nýtt hjarta af holdi. And we see in the parable of the seed in Mark 4:18 and 19, Í Markus 4:18 og 19 þá sjáum við í dæmisögunum sáðmanninn, and others are the ones sown among the thorns. sumt sem að fjall með þyrnana. They are those who hear the word, Það þeir sem að heyra orðið, but the cares of the world and the deceitfulness of riches en áhyggjur heimsins, tál auðavana and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. og aðrar girndir koma til og kefja orðið svo það ber engan ávöxt. The one way that we can ensure our heart is wholly, fully surrendered to Christ Ein af þeim leiðum sem við getum garanterað að líf okkar sé undirgefið Jesú Kristi is by spending time in His Word. að eiga tíma með honum í orðinu. Because as you start spending time in His Word, Með því að eyða tíma í orði hans, it starts to renew your mind. þá byrja að endurnýja hugafarið. It starts to wash you. Það þværði. And suddenly the impurities that you're clinging after and longing for Og óhreinindin og girdina sem að þú varst að jafnvel að leitast eftir are exposed. opinberaðar. You see them for what they are. Og þú gerir þig grein fyrir og sér fyrir hvað þær God shows you this is not what you want. Og það sýnir, þú vilt ekki þetta. This is what the flesh, the old man, is desiring. Þetta það sem holdið gamli maðurinn vill. And as we pick up our cross every day, I spend time with Jesus, read the Word. Og á hverjum degi þegar við tökum upp kross okkar og eigum tíma með Jesú og erum að lesa í orðinu, So the old man is put to death day by day, þannig deyr gamli maðurinn daglega. till the desires of him are gone. Þannig að girndir hans, þar horfnar. We need to read the Word. Við þurfum að lesa orðið. It's not enough to come here on a Sunday Það ekki nóg að koma bara á sunnudögum and to be fed. og láta fæða sig.
A man should not live in another man's revelation alone. Og það ekki hægt að lifa á annarra manna opinberun alla tíð. God says his people are perishing for lack of understanding. Orð Guð segir að fólk mitt fest vegna vanþekkingar. Lack of understanding of his word. Það hefur ekki skilning á orði hans. When Jesus was being tested in the wilderness, Þegar Jesús var freistað í eyðimörkinni, he answered the questions from the devil by quoting scripture. þá svaraði hann spurningum djöfulsins, freistingum hans, með því að vitna í orðið, því ritað er. And if we understand the word, Og ef við skiljum orðið, we can see the situations and circumstances we find ourselves in, og þá skiljum við og skynjum kringumstæðuna sem við erum stödd í, and we can identify what is from God and what is not, og við getum aðgreint hvað frá Guði og hvað ekki frá honum. and stand firm on the stuff from God, Og við stöndum stöðug á fyrirheitum Guðs, and shun and neglect the stuff that's of the world. og við hunsum þetta heimsins drasl. So where is our heart? Og hvað þá hjarta okkar? Jeremiah 17:9 says, Jeremía 17:9 segir, and it's quite clear, og þetta mjög skýrt og greinilegt, the heart is deceitful above all things það segja svíkult hjartað fremur öllu öðru. and desperately sick. Who can understand it? Spillt það, hver þekkir það? You see, that's why we need to purify. That's why we need to cleanse. That's why we need to have the hope that we find in the Word, where God says, I will replace your heart of stone. Þess vegna þurfum við að hafa þessa von og eignast þessa þekkingu og vita að Guð ætlar að skipta út þessu steinhjarta okkar fyrir sitt hjarta af holdi. And we see in Matthew 12:33 to 35, Í Mattheus 12:35, and Sibba's been teaching and preaching on this for a bit. og Sibba hefur verið að predika þetta aðeins. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Mattheus 12:33, annarkvort tréð gott og ávöxturinn góður, eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því af ávöxtunum þekkist tréð. Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eruð vondir talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. You see, we can see in our own lives the state of our hearts. Við getum séð í okkar eigin lífi ástand hjartans. We can see the fruit we're bearing. Við getum séð ávöxtun sem við erum að bera. We can see the state of our character. Við getum séð ástand karakter okkar. And it's amazing how God allows circumstances and situations to test the character. Og það alveg undarlegt hvernig Guð lætur kringumstæður opinbera eða færa fram karakter okkar. It's amazing. Þetta undravert. Every month, every 30 days, 31 days, I have a month end to complete a work. I know the pressure cook is coming. Og hverju í mánaðarloka þá veit ég alltaf, hverju mánuði að þá þarf ég að vera með uppgjör og pressan hún aðvíðandi. But my team needs someone who's steady, who's trustworthy, who's reliable, who won't quiver under pressure. En hópurum minn, samstarfsmínir, þeir þurfi eitthvað sem stöðugur. Hann ekki að fríka út undir álagi, heldur stendur stöðugur í storminum. You see, and that's where the character comes when you stand firm in Christ. Og þannig karakterinn þegar þú stendur stöðugur eða stöðug í Kristi. When you're being changed from one degree of glory to the next. Þegar þú umbreytist frá dýr til dýrðar. That's what God does. Það þetta sem Guð gerir. So, we have solutions if our heart is not where it should be. Þannig að við höfum lausnir, aðferðir, ef að hjarta okkur ekki á þeim stað sem það á að vera. Psalm 51:7 Sálmur 51:7 says, Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Yeah. It's not the same in... it's number 9 in Icelandic. Hreinsa mig með ísop svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítar en mjöll.
See, God does this. Við sjáum til, það Guð sem að verki hér. He cleanses us. Hann hreinsar okkur. But you need to ask him En þú þarft að spurja to come and do it. að hann komi og þú leifir honum að framkvæma. He's putting his finger on things. Hann að setja puttan He's fingurinn á hluti. revealing what needs to be fixed and dealt with. Hann að opinbera hvað þarf að eiga við. But he's also a gentleman. Hann líka herramaður. He's showing you what you need to work on. Hann að sýna þér hvað þú þarft að vinna að. And this is not a performance-based relationship. Þetta ekki eitthvað framistöðu samband. This is out of love. Þetta kærleikssamband. He wants us to be the best version of us. Hann vill að við verðum okkar bestu við. And he's saying, will you invite me to come and change you? Viltu bara bjóða mig velkomin að umbreyta þér? We ask him, come and purge me. Við byggjum hann, komdu og hreinsaðu mig. Come and clean me. Gerðu mig hreina. You see, and we with unveiled face, beholding the glory of the Lord and being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. En allir við sem óhjúpuð andliti endurspeglun dýr drottins ummyndust til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. God will change us. Guð mun hreinsa okkur, breyta okkur. But he gives us free will. En hann gefur okkur frjálsan vilja. And the choice is ours. Og valið alltaf okkar. Do you want to fully be separated and set apart for him? Viltu vera algjörlega aðskilin til handa honum? Or you're happy with one foot in the world and one foot in the kingdom? Eða ertu bara sáttur við að með einn fót í heiminum og einn í Guðsríkinu? The choice is ours. Valið okkar. He will empower us to live a holy and set apart life if that is the full desire of our heart. Hann gefur okkur kraftin og valdeflir okkur til þess að gera allt af heilu hjarta. We have grace, we have the Holy Spirit. Við höfum náð og við höfum heilagan anda. We have Christ living in us. Við höfum Krist sem að býr innra með okkur. This is not a pipe dream. Þetta ekki einhver hluta draumur. Pie in the sky. Einhver svona kaka hann upp í himingefnum. I can't live this life, Callum. Ég get ekki lifað þessu lífi, Callum. But we can in Christ. En við getum það í Kristi. Not in our own strength. Ekki okkar eigin styrkleika. Not by strength nor by might, but by the Holy Spirit, says the Lord. Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottin. He will come. Hann mun koma. He will come, says the Lord. Hann mun koma, segir drottin. Though your sins are like scarlet, Þó að syndirina séu rauðar sem skarlat. they will be as white as snow. Þær munu vera hvítar sem mjöll. Though they are red like crimson, Þær eru rauðar sem skarlat. they shall become like wool. Þá munu verða eins og ull. He will come and purify us. Hann mun koma og hreinsa okkur. Is it our desire? Þetta þrá okkar? Is it our desire? Þetta okkar þrá? Secondly, Í öðru lagi, we're in the world but not of the world. við erum í heiminum en ekki af heiminum. Let's look at John 17, 15 to 19. Við skulum líta á Jóhannesar Guðspjall 17. kapli 15 til 19. I do not ask that you take them out of this world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Ég býð ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. You
You see, being holy is not about avoiding the contamination of the world. Að vera heilagur fjallar ekki að verða eitthvað ósnertur af heiminum. It's about understanding that we are in the world but not of the world. Þetta fjallar að skilja við erum í heiminum en við erum ekki af heiminum. It's about understanding that we are a new creation. Að við skiljum að við erum ný sköpun. That we are passing through. Að við erum bara hérna á ferðalagi í gegnum heiminn. We have a new home in heaven. Heimaland okkar á himni, segir A new ritningin. destination. Það nýr áfangastaður. We're no longer just physical beings. Við erum ekki bara jarðneska verur, We're also spiritual. við erum andleg. You see, I'm in the world, but I'm not of the world. Ég í heiminum en ekki af heiminum. I'm purchased, Ég dýruverði keyptur. ransomed and redeemed, Ég endurleystur. sealed with the Holy Spirit for the day of redemption. Innsiglaður heilugum anda til So endurlausnar yes, I'm dagsins. in the world, En ég í heiminum. but I don't have to conform to it. En ég þarf ekki að mótast af I heiminum. can choose. Ég get valið. Am I going to just slip into the slipstream of everything that the world has to offer? Ætla ég bara að fara bara í inniskóna og labba bara út í allt það sem heiminn hefur að bjóða? Or am I going to be that one fish that swims upstream? Eða ætla ég að vera þessi eini lax sem að syndir á móti straumnum? In the world, but not of the world. Í heiminum en ekki af heiminum. Set apart. Aðskilin. We are no longer common. Við erum ekki We are precious. við erum ekki almenn, við erum dýru verði keypt. Purchased with a very, very great price. Mjög dýru verði keypt. Jesus Christ paid that price with his blood, Jesús Kristur greiddi þetta gjald með blóði sínu, with his life. með lífi sínu. You see, this is not talking about having a strict summonness, a calling to a life of discipline and rules. And Það ekki verið að kalla okkur til að fylgja einhverjum ströngum reglum og siðum in an effort to steer clear of sin. til þess að við erum að reyna að höndla að stjórna syndinni. That's law. Það lögmálið. That's works. Það eru verk. No. It's grace, it's love, it's mercy. It's led by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit to live this life of holiness. Nei, það fjallar náð og miskun að við getum lifað þessu lífi helgunar. We cannot have a to-do list where we just tick, I mustn't sin today, I mustn't do this, I mustn't do that, I mustn't do this. That list is going to be very long. Og ef þú ætlar að búa til einhvern lista yfir daginn, ég ætla ekki að synda hérna og má ekki gera þetta, má ekki gera þetta, þá þetta mjög langur listi. But as we spend time in his word, En þegar við eyðum tíma í orðinu, as we spend time with him in prayer, þegar við eyðum tíma með honum í bæn, as we spend time in worshiping God, þegar við eyðum tíma í lofgjörð til hans, we are being changed. þá erum við að ummyndast. And the desire of the heart is also changing. Og girnd hjartans, hún umbreytist líka. And what we consider as joy and pleasure changes. Og það sem okkur finnst gaman og skemmtilegt, það breytist líka. You know, the devil's got the easiest job. Djöfullinn, hann með auðvelt starf. He just appeals to men's senses, Hann emotions. þarf bara að ná til skynfæra mannana. He's got the whole world as his advertising campaign. Hann með allan heiminn sem auglýsingaherferð. And we get caught hook, line and sinker. Og það alltaf verið að húka í okkur bara með beitu og krók og öllu saman og við gleipum þetta. And we think what the world is offering us Og við höldum að það sem heiminnurinn að bjóða okkur is the best we can have. það besta sem við getum fengið. But those things are temporal. En þetta eru bara stundlegir hluti. They will perish. Þeir munu líðundu lok. You can't take them with you. Þú getur ekki tekið drasli með þér. But the good works, the joy, the love, the grace, the treasure that you're building up for eternity And goes with you. En góðu verkin sem eru gerða kærleika og náð og miskun, það fylgir þér. God is not interested in a fear-based performance relationship with us. Guð hefur engan áhuga á einhverju ótta stjórnuðu ofbeldi sambandi eða bara sambandi við okkur sem stjórnaði einhverju framistöðu okkar. He loves us. Hann elskar okkur. He sent his son to die for us. Hann sendi son sinn til þess að deyja fyrir okkur. He first loved us. Hann elskaði okkur fyrst. And if it was only me or only you Ef það var on this aðeins earth, þú og ég, Jesus would still have come on the cross for us. þá hefði Jesús samt sem áður dáið fyrir okkur.
He wanted to restore that relationship he had right in the beginning. Hann vildi endurreisa þetta samfélag sem að Guð átti við manninn frá upphafi. We were separated. We were far apart. Við vorum aðskilin, við vorum komin langt í burtu. There was no way to come back to him. Það var engin leið tilbaka. We could not fulfill the law. Við gátum ekki uppfyllt lögmálið. It's impossible. Það er ómögulegt. And if you hold on to one element of the law, Ef þú brýtur eitt lögmál, guess what? You need to hold on to all the law. ef þú heldur ætlar að halda eitt boðorð þá þetta halda öll, Component of it. allan pakka. Because if you become guilty of one component, Þegar þú brýtur eitt, you're guilty of all the law. þá ertu sekur eða sek að brjóta þau öll. And if you hold on to the law, Ef þú reynir að halda í lögmálið, you're separating yourself from Christ. þá ertu að aðskilja þig frá Kristi. And if your heart has anything raw, law-related in it, Og ef að hjartaðið ber ykkur svona lögmálsrætur, works or performance-based understanding, verk eða svona frammistöðu hugsunarhátt, if you're sitting there saying, well, I'm not worthy, Callum, ef þú segir ég er ekki verður, Callum, I can tell you, you're far from truth. ég get sagt þér þú ert svo langt frá sannleikanum. You're so worthy. That's why he died on the cross. Þú ert svo verður að þess vegna dó hann á krossinum. And he who did not withhold his very son from you, Og sá sem að hélt ekki sínum eigin syni frá þér, he will not hold from you what you need for life and hann godliness. heldur ekki aftur heldur það sem þú þarft til lífs og guðrækni. He will give you everything you need for life and Hann hefur gefið godliness. þér allt til að Everything. lifa guðrækilegu lífi. Not just some things. Ekki bara suma hluti, Everything we need. hann hefur gefið okkur allt sem til þarf. So we need to ensure we avoid this counterfeit faith, Þannig að við þurfum að vera vissum að við getum sneiðið hjá svona gervitrú, which is just law or works-based. sem er bara lögmál og verka miðuð. This just robs our joy. Það rænir alla gleði. It breeds comparison. Og það er engin, býr alltaf til samanburð. Oh, I don't have his gifting. Og ég er ekki með þessa gjöf. Yeah, but we are one body Já, en við erum eitt líkami, with different parts. með ólíka limi. And the most insignificant part Og sá lítilmátilegasti hluti líkamans is given the greater significance. fær mestu hillina. The body is many parts. Líkaminn eru margir limir. And it's vital for the success of that body Og það er mikilvægt til þess að líkaminn nái árangri, that every person fulfills their part in the body. að sérhver manneskja uppfylli sinn þátt í líkamanum. Don't allow works to steal your to rob your joy. Ekki leyfa verka hugafari að stela gleðiðinni. This counterfeit faith brings a hierarchical thinking into the church. Þessi gervi trú, hún segir ekki enn? A hierarchical thinking, a Já, hierarchy. hún setur þið inn í þetta að það verður svona valdastig, stéttaskipting í ríki Guðs. But there's nobody better than anyone else. En það er engin betri en ykkur annar. Christ is the head of the church, Kristur er höfuð kirkjunar and we all have his body. og við öll erum líka með hans. Different parts, but his body. Ólíkir limir en hans líkami. There's no, I'm striving to become this or I'm striving to become that. No, just be what God is calling you to be now. Við erum ekki að streða til að reyna að vera þetta eða hitt. Vertu bara trúr því sem Guð kallaði til að vera núna. Don't put that cross on your back. Ekki vera að setja þennan kross á bakið. That yoke of trying to perform. Þetta oka að vera alltaf með einhverja sýndarmennsku. Just be as Christ leads you to be. Vertu bara sá eða sú sem Kristur leiði til að vera. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Af náð ertu hólpin fyrir trú, og þetta er ekki þér að þakka, þetta er Guðs gjöf til þess að enginn geti miklast af því. Amen. 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 Grace. Náð. There's nothing we did for our salvation. Það er ekkert sem við gerðum til þess að eiga þátt í hjálpræði okkar. We have nothing to prove. Við höfum ekki til þess að sanna.
God knows every thought we have. Guð þekkir sérhverja hugsun okkar. He knows our history Hann þekkir forsögu okkar and he knows our future. og hann þekkir framtíð okkar. He knows everything about us. Hann veit allt okkur. Even how many hairs I have on my head. Og jafnvel hversu mörg hár ég ber á höfði mér. He knows it all. Hann veit þetta allt saman. The only person you're fooling is yourself. Þú ert bara að blekkja sjálfa þig. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Psalm 19:9. Ótti Drottins hreinn, segir í Sálmi 19:9. Fyrirmæli Drottins eru rétt og gleðja hjartað. Boðorð Drottins eru skýr og hýrga augun. Nei, þetta 10. versi. Sorry, it's number 10 in Iceland. Ótti Drottins hreinn, varir að eilífu, ákvæði Drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. The fear of the Lord is pure. It's a Ótti holy and righteous, reverential fear. Drottins hreinn. Þetta heilagur, svona tignalegur ótti. He's not standing there with a big stick every time we do wrong, beating us into line. Hann stendur ekki með stóran staf og að reyna að berja okkur til hlýðni. He's righteous. Hann réttlátur. And in him we are righteous. Og í honum þá erum við réttlætt. And the third thing, as I sum up, Og í þriðja lagi, þegar ég kem að lokum, is freedom. það frelsi. Galatians 5:13. Galatabréfið 5:13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. You see, we are free. Þið sjá, við erum frjáls. We've been set free. Það búið að setja okkur frjáls. The debt of our sin was paid. Það búið að borga gjald syndarinnar. Otherwise, the wages of that sin is death. Þegar laun syndarinnar dauði. But we don't get death En við fáum ekki dauða because Jesus paid that price for our sin. þegar Jesús greiddi það gjald fyrir syndir okkar. His blood paid the price. Blóð hans greiddi gjaldið. He died on the cross for us. He was our living sacrifice. Hann dó á krossinum, hann var þessi lifandi fórn. That the wages of our sin is paid for. Að laun syndarinn eru greidd í okkar stað. So the question is, are we going to use this newfound freedom Þannig að spurningin ætlum við að nota þetta nýfundna frelsi to run around fulfilling the desires and passions of our flesh and the old man, til þess að hlaupa og uppfylla girndir gamla mannsins? or we're going to use this freedom to serve and advance the kingdom of God? Eða ætlum við að nota þetta nýfundna frelsi til þess að þjóna og starfa í Guðsríkinu? We should be pursuing encounters with Jesus, which will cause our love to grow, a deeper desire for more of him. Við ættum að leita samfunda við Drottin til þess að eignast meira og dýpri þrá fyrir honum. We should be desiring him, Við ættum að þrá hann, using our time wisely, nota tíma okkar skynsamlega. because we don't know how much time we have left. Þegar við höfum ekki hugmynd hversu mikinn tíma við höfum aflögu. And like you, I want to stand there one day and say, yeah, well done, good and faithful servant. Og ég veit það bara með mig, ég vil fá standa og heyra þessi orð. Vel gert, þú trú og dyggi þjónn. So don't fulfill the desires of the flesh. Þannig að ekki fylgja girndum holdsins. It's so easy to slip into the rut. Það svo auðvelt að skriðna fótur og renna ofan í drullupollin. Come home, tired, had a rough day in the office. Og kemur heim þreyttur og erfitt á skrifstofunni. Sit in front of a square box and vegetate for a few hours. Og þú situr fyrir framan hennar ferkanta að kasta og gerur heilaðina að ykkur í stöppu í nokkra klukkutíma. Just channel surfing. Og þú ert bara svona að tjekka á stöðunum. This freedom, if we harvest it correctly, creates in us a heart that knows and loves our King Jesus Christ.
En það við höfum að vera góðir ráðsmenn hvernig við umberum konung okkar Jesú Krist. It takes us into a deeper intimacy with Jesus. Sem færir okkur inn í dýpri nánd It við creates in us Jesú. a burning desire for more of him, Það sem okkur brennir eftir meira af honum. a longing, Það þessi löngun, a desire, þessi þrá, a passion for him, þessi ástríða fyrir honum. a zeal for his Father's house. Að hafa þessa væntingu fyrir húsi drottins. So as we look at these points, Þegar við lítum á þessi atriði. if God's been putting his finger on your heart, Ef að Guð hefur verið að setja puttan á hjartað þitt, then let's pray. þá skulum við biðja. How are we setting aside our time? Is it for him or for the things of our flesh and its desire? Hvernig förum við með tíma okkar? Það til þess að þjóna honum eða okkar eigin gildum? Are we living as those set apart? Erum við að lifa eins og þau sem eru aðskilin, frátekin? When the world looks at us, do they see Christ in me? Þegar heimurinn horfir á mig, sjá þau Kristi í mér? Or are they still seeing the old man? Eða sjá þau ennþá gamla mannin? Let's pray. Þá skulum við biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, thank you that you know each one of us here today. þakka þér fyrir að þú þekkir eitt og sérkvært okkar hér í dag. You know the state of our lives. Þú þekkir ástand lífs okkar. You know the position we are in. Þú þekkir stöðuna sem við erum stödd í. You know the struggles we might be facing. Þú þekkir streðið sem við horfumst í augu við. You might know some health issues that we're trying to overcome. Jafnvel eitthvað heilsutengt sem við erum að reyna að yfirstíga. You know exactly how we're spending our time. Þú veist nákvæmlega hvernig við eyðum tíma okkar. You know exactly what elements of our character need to be reshaped and fashioned. Og þú veist nákvæmlega hvar þarf að skerpa karakter okkar. So Father, as I sit here now, Og Faðir, þar sem við stöndum eða situm frammi fyrir þér núna, I invite you to come. þá bjóðum við þig að koma. Fill me afresh Fylltu mig ferskana nýju and come with your refiner's fire. og komdu með eld þinn, Consume the chaff now in my life. hreinsunar eld þinn og brendu upp hiskið. Put your finger on the things that need to be dealt with, Almighty God. Bentu á þá hluti sem við þurfum að eiga við. And give me the boldness to put up my hand and say, I need to change in this area, Father. Gefðu mér hugrekki að ég geti rétt upp hönd og segja ég þarf að breytast á þessu sviði. And give us the boldness and the perseverance to be changed. Gefðu okkur hugrekki og djörfung að vilja breytast. Help us to live for your glory, Father. Hjálpa okkur að lifa eftir þinni dýrdrótt. In word or deed, whatever we do, let it bring glory to your name. Í orði og verki það veri nafni þínu. That the world would see that we are set apart for Christ. Að heimurinn sjái að við séum aðskilin fyrir Krist. Let us make this choice today. Og við gerum þessa ákvörðun í dag. We are all in for you, Jesus. Við erum alla leið með þér, Jesús. You're all we want. Þú ert það eina sem við viljum. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Powerful word. I just want to say just a few things. Ég vil bara segja nokkur orð. While we were listening to the word of God, Þegar við vorum að hlusta á orð Drottins, I was reminded like 22 years ago, þá minniði mig á að fyrir cirka 22 árum, me and Ali went to Bible, we went with the youth to America. við fórum með unglingahópinn til Bandaríkjanna. I'm raised in a Christian household, Ég alinn upp á kristnu heimili raised in Christianity, og alinn upp í kristni, but it was a legalistic. en þetta var mjög svo lögmálsbundin kristni. I don't regret anything. Það engin eftirsjá í neinu. I learned a whole lot. Ég lærði heilmikið. But in America, 22 years ago, something happened. En í Bandaríkjunum fyrir 22 árum síðan þá gerðist eitthvað. My eyes were completely, I think, just opened. Og þá opnuðust augu mín. And I just felt the love of God like I'd never felt before. Og ég upplifði bara kærleika Guðs eins og ég hafði aldrei upplifað fyrr. And I just want to say, because I was the one checking all the boxes. Ég vildi bara segja því ég var þessi manneskja sem var alltaf að tikka í öll bóksin. I was a little bit afraid of God.
Ég var svolítið óttaslegin við Guð. Not just a little bit, I was very much afraid of God. Ekki bara lítið, ég var eiginlega bara skítrætt við Guð. I thought he would just kill me if I if I did something wrong, and I was always trying to check in the boxes. Og ég hélt hann myndi bara að drepa mig ef ég gerði eitthvað rangt. And I'm not talking because I knew he was a good God, but I felt he was like a very strict God. En ég vissi einhvern veginn að hann var í góður Guð, en hann var mjög strangur Guð. But what happened in America, because I never got this, when somebody was talking about grace, I just didn't get it. Og ég skildi þetta ekki alveg þegar fólk einhver var að tala náð. But I got it there. En ég greip þetta þar. And I just felt immense love that God has for me. Og ég upplifði svo mikið kærleika sem Guð hafði fyrir mig. And you can just imagine your children. Og þú getur bara ímyndaði börnin þín. You want everything the best for them. Þú vilt alltaf besta You fyrir don't þau. want to hurt them, but you want them to be the best version of themselves. En þú vilt að þau verði besta útgáfan af sjálfum sér. And what happened is I started understanding it was the love. Og ég fór að átta mig á því að það var kærleikurinn. It was the relationship part. Það var samfélagið. And what I understood in just a few months Og það sem ég náði að höndla og skilja bara á nokkrum mánuðum. was immense growth, because there was no hindrance. Og það var svo mikill vöxtur einhvern veginn, því að það var engin hindrun. Because when you're checking the boxes, there's shame. Þegar þú ert alltaf að tekka í boxið, þá er alltaf skömmin. There's always shame that Þá separates you from God. Og það er alltaf skömmin sem aðskilur okkur frá Guði. But there is no shame under the blood of Christ. En það er engin skömm undir blóði Jesú Krists. He bought the price for you. Hann greiddi gjaldið He fyrir þig. paved the way for you. Hann greiddi veginn fyrir þig. So when I got that, my relationship with Christ, Og þegar ég náði þessu, þá var bara samfélag mitt við Jesú Krist. everything turned upside down. Það snéru öll á hvolf. And one word to describe grace Og eitt orð sem að útlistaði, útskýrði náð. is, no, the Icelandic word, it's velvild, It's favor. favor. Það er velvild, It's já. actually favor. Það er velvild He hans. favors you. Hann He wants sýnir to spend velvild. time with you. Hann vil eyða tíma með þér. He is there for you. Hann er til staðar fyrir þig. He is rooting for you. Hann er að hvetja þig áfram. Why would he hate you? Because he gave his only son for you. Af hverju ætti hann að hata þig því He hann gaf loves son sinn you. þér? Hann elskar þig. And we need to get that point, because we're going to have hindrance in our relationship with God if we don't. Og við þurfum að skilja þetta því að það koma hömlur á lífsleiðinni. So just this, he loves you. Bara þetta, hann elskar þig. He wants the best for you. Hann vill að besta fyrir þig. And the reason why he puts on, things that we should do is for our good. Og hann gerir allt þess að við mættum njóta. Because sin will actually kill you. Þegar syndin hún mun drepa þig. It starts nice, but it ends in death. Hún byrjar mjög ljúflega og saklaust en endar í dauða. And from that point, everything was new. I saw things. The grass was greener. Og frá þessum vatnaskilum í lífi mínu þá breyttist allt. Þá bara grasið var grænna. I just felt that he was with me, and there was nothing that I couldn't go through. Og ég upplifði bara að hann var með mér og það var ekkert sem ég gat ekki farið í gegnum. And I just hope, because it was such a powerful message, I hope that's what we take out of it. Og ég bara vona að þetta var svo kröftugur boðskapur að þú grípir þetta. He loves you. Hann elskar þig. He's there for you. Hann er til staðar fyrir þig. Let's arise. Við skulum stíga á fætur.